Já, þetta var svolítið stór dagur í fréttalegu tilliti hvað það varðaði að Seðlabankinn kom að minnstakosti greiningadeildum bankana á óvart með því að lækka stýrivexti örlítið 0,25% og þetta tengist nú beint eða beint ýmsum öðrum fréttamálum að undanförnu og við höfum margir hafa haft áhyggjur af iðnaði, stöðu stóriðjunnar og svo framvegis og hingað komin góður gestur frá samtökum iðnaðarins, Sigurður Hannesson, vertu velkominn. Takk fyrir. Varst þú í hópi þeirra sem að ég veit að þú hafðir svona aðeins þrýst á vaxtalækkun Seðlabankans, þú hafðir talað þannig en sko bjóstu við að Seðlabankinn myndi þó lækka örlítið vextina því bankin hefur svona verið svolítið þröngur í því að einblína á verðbólgu, margir hafa gagnrýnt hann fyrir að taka ekki tillit til fleiri þátta í vaxtaákvörðunum og þú sagðir fyrir daginn í dag að það væri mjög mikilvægt að lækka vexti, en bjóstu við því? Við gerðum ráð fyrir því að banki myndi lækka vexti 0,25%, hugsanlega meira í ljósi þess bara hvernig þróunin hefur verið í hagkerfinu upp á síðkastið. Og við sjáum mörg merki kólnun. Hagkerfið að kólna miklu hraðar heldur en að við sáum kannski fyrir nokkrum mánuðum síðan. Mjög bratt og síðan höfum við líka hort upp á röð áfalla í útflutningsgreinum, fallplay, mikið áfall á Norðurál og Grundartanga sem að 2/3 af framleiðslunni úti. Elkem hefur dregið úr framleiðslu, við höfum séð uppsagnir líka hjá fyrirtækjum. Þannig að við erum að sjá fleiri og fleiri fréttir þrengingar í atvinnulífinu. Og verndartolla höggið í gær? Svo það bætist við ákvörðun Evrópusambandsins að setja Ísland og Noreg út í kuldan þegar kemur að kísiljárni. Og bara heilt yfir staðan í alþjóðaviðskiptum sem að hefur breyst mjög mikið til hins verra núna á þessu ári. Þannig að okkur fannst svona öll rök hníga til þess að Seðlabanki myndi lækka vexti núna. Ég heyri á þér að þú hefur alveg viljað að þeir lækkað hálft prósentustig. Já, við hefum alveg talið fullt tilefni til þess og við meðal annars höfum við bent á það að það langt í næstu vaxtaákvörðun, hún í febrúar. Og staðan eins og hún en við sýnum þessu auðvitað skilning vegna þess að verðbólgan þrálát, hún yfir markmiði, hún 4,3% og svona horfur á að hún fari hægt niður svona næstu mánuði en auðvitað með hliðsjón af þessari kólnun í hagkerfinu að þá má búast við því að verðbólgan lækki hraðar svona þegar við förum inn í næsta ár. Já, sko almenningur, sérstaklega skuldugur almenningur, hefur náttúrulega verið bara ansi illa haldinn í þessari hávaxtastefnu sem að hefur verið rekin hérna undanfarið. En það svona aðeins minna rætt kannski sligandi fjármagnskostnað fyrirtækja. Það hlýtur að vera snúið líka að reka fyrirtæki ekki síður en að greiða á húsnæðisláni sem stökkbreytist vegna þessara vaxta, ekki satt? Algjörlega og þetta náttúrulega kemur bara mjög illa við alla sem að skulda, almenning og fyrirtæki. Fyrirtækin finna mjög fyrir þessu. Við sjáum það til að mynda á byggingamarkaði. Að þú veist, fyrirtæki sem að byggja íbúðir, að þau að greiða kannski andvirði nokkura íbúða bara í fjármagnskostnað í sínum verkefnum. Það hefur verið hamlandi fyrir verktaka að taka að sér ný verkefni meðal annars vegna þess, það ekki? Jú, það dregur úr hvötum til uppbyggingar og auðvitað það markmiðið með ákvörðunum Seðlabankans að hafa háa vexti og mikið eða þétt taumhald á peningastefnunni að draga úr umsvifum og það má vel að segja að sko peningastefnan á þennan mælikvarða hún hefur virkað mjög vel en afleiðingarnar þetta mjög erfiðar fyrir marga. Með hækkandi eða háum vaxtakostnaði og vaxtabyrðin há. Já. Mani það rétt að þú sér doktor í stærðfræði frá Oxford. Já, það passar. Og
Í fjármálum hefur náttúrulega mikla reynslu, þú varst ekki, stjórnarformaður Kvikubanka. Jú, ég er stjórnarformaður Kviku og það, já. En ég starfaði, áður en kom til Samtaka iðnaðarins, þá starfaði ég í 10 ár á fjármálamarkaði. Frá því ég lauk námi og fluttist heim og þangað til 2017 þegar ég fór til Samtaka iðnaðarins. Já, nú ætla ég er aðeins að spyrja þetta vegna þess að sko ég hef stundum þá tilfinningu, við hér á Samstöðunni, við ræðum nú oft málin út frá sjónarhóli þeirra sem hafa minna á milli handana og það eru margir viðmælendur sem koma og segja að þetta sé svona ákveðin elíta, hún sé samtryggð, það sé svona fína fólkið í bankaheiminum og tengt seðlabankanum og menn sé að væna og dæna og svona skorti svolítið sko það skorti meiri fjölbreytileika, það skorti fleiri sjónarmið. Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforingi, hefur líka talað með þessum hætti og að gera bara að setja það á borðið. Er þetta vandamál í íslensku samfélagi og ef þú hefðir sjálfur verið seðlabankastjóri síðustu ár, hefðirðu haldið öðruvísi á málum? Sko, ég myndi nú ekki segja að þetta væri vandamál, eða ég hef ekki kannski beint séð það þannig, en varandi seðlabankana þá höfum við bent á það, við hjá Samtökum iðnaðarins, að taumhald peningastefnunar hafi verið of þétt. Það hafi verið of mikið aðhald núna upp á síðkastið. Raunvextir eru háir, mun hærri en erlendis til að mynda. Og þannig að sko þessi leið til þess að ná niður verðbólgunni er mjög kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Og við höfum talið að það væru aðra leiðir sem að sama markmiði sem að fælu í sér minni kostnað. Og ef við horfum bara á það hvaðan verðbólgan sprettur, að þá er það frá 2 mörkuðum. Það er annars vegar húsnæðismarkaðurinn og þar hefur ríkt ójafnvægi í nokkuð tíma, húsnæðisverð hefur hækkað og húsnæðiskostnaður hefur hækkað talsveit mikið af ýmsum sökum og ef við förum kannski aðeins yfir það, þá er það í fyrsta lagi náttúrulega eignaverð sem hefur hækkað. Þó að það hef ekki hækkað mikið upp á síðkastið en núna síðustu mánuði hefur leiguverðið hækkað og það er vandamál vegna þess að Hagstofan breytti aðferðafræði við útreikning á eða við mælingu á verðbólgunni í rauninni sumarið 2024. Þannig að í stað þess að horfa til eignaverðsins og hvernig það þróast, að þá er núna hort til leiguverðsins. Og vandinn er sá að þessi breyting var gerð á tíma þar sem að ríkti ekki stöðuleiki. Þannig að tímasetningin var mjög óheppileg. Þannig að ef við værum ennþá með gömlu aðferðina, þá væri verðbólgan talsveit lægri núna heldur en við erum að sjá. Og vextir væru þar af leiðandi lægri. Og hefðir þú sem seðlabankastjóri tekið til þess? Já, ég hefði gert það en sko lækningin þarna af því að við horfum á markaðinn og það eru margar birtingamyndir af vandanum á húsnæðismarkaði. Ég meina fólk á erfitt með að komast inn á markaðinn. Leiguverðið hækkar og allt veldur þetta vandræðum í samfélaginu. Já. Þannig að sko, ég meina rót vandans er að það þarf fleiri íbúðir. Það þarf að byggja meira. En það þýðir að það þarf lóðir, það þarf kannski öðruvísi áherslur í skipulagi, sveitarfélögin þurfa að flýta sínum ferlum. Það er stundum talað það að sko, getum við ekki stytt framkvæmdatíman, hann tekur að jafnaði 2 ár, getum við komið honum niður í 1 ár eða 18 mánuði. En áður en það er hægt að byrja að framkvæma er kannski 10 ára ferli. Já. Þannig að það er til mikils að vinna að stytta þann tíma til muna á og kannski hugsa lengra fram í tíman og undirbúa og slíkt. Varðandi leiguna að þá er það þannig að sko til þess að kæla húsnæðismarkaðinn að þá hefur Seðlabankinn sett svokölluð lánþegaskilyrði sem að við heyrum ofta af í umræðinu og gera það að verkum og það er erfitt fyrir fólk að komast inn á markaðinn. Af því það eru hömlur á því og fólk þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem eru með ströng. Og þannig að færri komast inn á markaðinn og fleiri þurfa þar leiðandi að leigja. Þannig að fleiri þurfa að bítast sömu íbúðurnar á leigumarkaði sem veldur því að leiguverðið hækkar. Já.
og að því að það var breytt aðferðafræði á vísitölunni, verðbólgumælinguna, þá hækkar verðbólgan. Þannig að þetta er ákveðin vítarhingur sem við erum að horfa upp á hér. En má ég skjóta inn í að það er líka frekar ógeðfellt að heyra því að sumir aðilar séu að kaupa upp margar íbúðir til þess að leigja út séu raunin að sko bregðast við neyð fólks á leigumarkaði. Þannig að er það ekki vandamál líka? Sko þetta hefur ýmsa birtingamyndir en sko ég held að stóra málið sé að sem flestar íbúðir séu í notkun. Hvort sem það eru íbúðir sem að fólk á sjálft og býr í eða þá eða íbúðir sem eru til leigu. Við þurfum fjölbreytta markað, þarfir fólks eru fjölbreyttar, þannig að markaðurinn þarf svolítið að endurspegla það. En ég meina rót vandans er svo að það er skortur á íbúðum, það er skortur á lóðum og sveitarfélögin hafa orðið mjög háð því að fá fjármuni út úr sölu lóða, sölu á byggingarétti, ýmsum gjöldum sem að tengjast því. Þannig að sko hvatarnir eru orðnir svolítið skrýtnir þarna. Af því að sveitarfélögin hafa hagað því að halda lóðaverðið til dæmis uppi. En það er annað sem að ég held að almenningur í dag er erfitt með að skilja og það er það að einstaklingar og neytendasamtökin höfðu mál á hendur bönkunum. Þau unnu mál og við vitum það að geðþótti í vaxtaákvörðunum hann gengur ekki lengur. Seðlabankastjóri segir bara sjálfur og þau í peningastefnunefndinni núna að þessi dómur, ein ástæða þess að vextirnir lækkuðu sé tengd þessum dómi en það er erfiðara fyrir fólk að komast inn á markaðinn og við áttum okkur illa á því sem erum utan bankaheimsins hvernig það fer saman að bankarnir voru snoppungaðir en þeir bregðast þannig við bara út frá samfélagslegri ábyrgð og öðru að það er bara erfiðar að koma inn á markaðinn og Seðlabankinn lækkar vexti að einhverju leyti vegna þessa. Já. Hvaða saga er þetta? Sko það sem gerist þarna er að það verður þá til óvissa og ríkið og Seðlabankinn grípa þá inn í með því að fara að birta opinberlega vaxtaviðmið sem að banka geta þá stuðst við. Jú. En afleiðingin af þessu er svo að það dregur aðeins úr framboði af lánum. Það er ekki margir möguleikar í boði núna eins og voru áður en dómurinn féll. Það eru fleiri dómar á leiðinni þannig að óvissan er svona kannski einhver liti ennþá til staðar og kjörin hafa versnað ef ég skil þetta rétt. Er það bankinn að spáði að verði minni fasteigna viðskipti gaggjart vegna þessara breytinga? Er það hluti af vaxtalækkunarferlinu? Sko væntanlega að meta bankarnir þá áhættuna bara í þessum viðskiptum aðeins meiri en áður. Áhættu, já. Og eru þannig að bregðast við dómnum. En væri ekki allt í lagi að það væri aðeins meiri áhætta hjá bönkunum sem skila 100 milljóna mest vegna vaxta? Vegna þess að bankarnir eru með húðstrykkingar ólina á almenningi í vöxtum. Já, vandinn þarna er að sko bankarnir eru undir mjög ströngu regluverki sem að kemur þá að grunni til frá Evrópu og er innleitt á Íslandi og að hluta til er þetta líka sér íslenska reglur þá sem sagt í rauninni gullhúðun ofan á Evrópuregluverkið. Þannig að það eru mjög strangar eða svona ströng fyrirmæli varðandi svona áhættuna eða meðhöndlun á útlánum í efnahagsbankana, þannig að það er eitt. Þannig að bankarnir hafa lítið svigrúm í rauninni til þess að meta áhættuna sjálfur af því þeir fá fyrirmælin frá löggjafanum eða Evrópu og síðan er það fjármálaeftirlit að fylgjast með því að bankarnir séu örugglega að fylgja reglunum. Hins vegar að þá eru gerðar ríkari kröfur til bankana hér á landi en annars staðar eigið fé. Þannig að bankarnir hér þurfa að hafa meira eigið fé en gengur og gerist annars staðar og þetta er kannski einhver leiti viðbragð við efnahagsáfallinu 2008 að við viljum öruggari bankakerfi en fyrir vikið að þá verður það kostnaðarsamara fyrir samfélagið. Þannig að þarna er ákveðið svona jafnvægi, ég meina öruggara bankakerfi þýðir leið dýrara. Þannig að þetta er svolítið held ég klemman sem að
við erum í þá bara og finnum sem samfélag. Gott og vel. Ræðum aðeins úrskurðin í gær sem þýðir það að kísilmálmur frá Íslandi til ESB-landana það verður minni hagnaður hjá fyrirtækinu Elkem sem að flytja þetta út. Þetta nú samt það ekki 3/4 eru undanþegnir og af innflutningnum, þannig að þetta auðvitað bömmir og við erum ekki hress og við erum hissa á því að sumir tala brot á EES-samningnum. Við héldum að þessi staða kem ekki upp en svo í stóra samhenginu þá hefur heimurinn bara breyst mjög hratt. Sumpart vegna óvissu sem að fylgir þeirri breytingu á alþjóðaviðskiptum sem er orðið í kjölfar þess að Trump Bandaríkjaforseti hann í rauninni að gjörbreyta kerfinu. ESB mögulega hnykla vöðvana eins og einhver orðaði það og hugsar við verðum þá að hugsa okkur og svo eru ógnir í austri líka. Hafa samtök iðnaðarins, ég ætla kannski aðeins að halda áfram, að maður sér það að sumir túlka þetta sem það að við hrekjumst inn í ESB. Það sé bara engin önnur leið. Aðrir segja þetta til marks að við ættum aldrei að fara inn í ESB. Hafa samtök iðnaðarins nýverið gert einhverja úttekt eða haft skoðun á því hvort við eigum heima í ESB eða ekki, og vegna þess að manni sýnist að það þurfa að fara mjög reglulegt endurmat á þessum hugmyndaheimi okkar í ljósi hræringana? Við hjá samtökum iðnaðarins höfum ekki tekið afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu. Samtökin fyrir ríflega áratug eða 10-20 árum höfðu mjög eindregna afstöðu og studdu aðild að Evrópusambandinu, en í dag þá höfum við ekki tekið afstöðu til þess, og í okkar baklandi má eiginlega segja að séu nokkurs konar þverskurður þjóðarinnar, þannig að það sem ég er að segja er að það eru bara þar alveg mjög skipta skoðanir. Myndirðu upplýsa þína persónulegu skoðun? Já, ég sinni hagsmunagæslu, þannig að ég hef enga persónulega skoðanir en burtséð frá því að þá er þessi ákvörðun Evrópusambandsins eru mikil vonbrigði. Gríðarleg vonbrigði að Evrópusambandið skuli með þessari ákvörðun sinni brjóta ákveðið prinsip og setja Ísland og Noreg út í kuldann. Og við höfum þetta áhyggjur af því að í framtíðinni kunni Evrópusambandið að hindra með einhverjum aðgerðum innflutning á öðrum vörutegundum til Evrópu. Það eðlilegt að hugsa þannig, held ég. Evrópa er okkar stærsti markaður og EES-samningurinn er okkar mikilvægasti viðskiptasamningur. Má ekki segja að EES-samningurinn sé bara lykilþáttur í velmegun Íslendinga í seinni tíð? Jú, það má alveg segja það. Við höfum notið mjög góðs af þeim samningi, notið mikils ávinnings, en við greiðum auðvitað talsverðan kostnað, það má ekki gleyma því. Það eitthvað kannski beinútgjöld, en svo bara stór hluti sem er óbeitt kostnað við að uppfylla regluverkið, innleiða það og uppfylla það. En við líka fengið ávinning að því innleiða alls konar regluverk, lemsi neytendalöggjöfin, hún væri miklu síðri hér ef við hefðum ekki tekið upp alls konar góða hætti frá Evrópu. Já, það er margt algjörlega, það er margt sem að hefur fært hluti hér til betri vegar, engin spurning. En það sem að fyrirtækinu auðvitað spurja sig að, þegar að íslensk stjórnvöld innleiða hluta af regluverki Evrópusambandsins, fyrirtækin taka á sig ýmsar skuldbindingar og kvaðir með tilheyrandi kostnaði sem að nemur milljörðum og jafnvel milljarðatugum fyrir atvinnulífið heild sinna ári, til þess að njóta ávinningsins sem felst í aðgengjamarkaðnum, að aðgangurinn sé svo hindraður. Og þetta er bara gefur held ég tilefni til þess að staldra aðeins við. Það þarf að leita núna, fara þær leiðir sem eru færar til þess að fá úr því skorið bara hvað þetta þýðir nákvæmlega. Þú veist, í fyrsta lagi er þetta að fá þessu hnekkt einhvern veginn,
og í öðru lagi hvaða fyrirheit gefur þetta framtíðina. Já, en hvað yrði okkur einangruð án viðskiptasamningana við Evrópu? Það liggur alveg ljóst fyrir, ekki síst fyrir manni í þinni stöðu að þú sérð vandan sem fylgir því að selja framleiðslu úr landi. Já, algjörlega, en ég meina við bendum líka á það að sko þrátt fyrir þessa stöðu og þær áhyggjur sem við höfum núna sem eru sannarlega á rökum restar, að þá EES-samningurinn í fullu gildi og að langstærstum hluta að þá virkar hann bara eins og að var stemt. Já. Þannig að við mögum heldur ekki gleyma því. Nei, en finnst þér að við höfum færst nær eða fjær svona þangagangi okkar? Við vitum svo sem við höfum ekki tekið neina ákvörðun, við höfum aldrei fengið að kjósum það í þjóðaratkvæði, við höfum ekki einu sinni fengið að sjá hvað er í pakkanum. Ólíkt normunum sem hafa í tvígang tekið afstöðu sem þjóð. Já, upplýsta ákvörðun. Svona í þessu fári öllu að því margir eru hugsi út frá þeim hagsmunum sem þú talar fyrir, sýnist þér að við höfum færst nær eða fjær aðild að ESB í ljósi umróts síðustu dag? Ég held að sé aðeins svo snemmt að segja til það. En ég held að sé bara skipta skoðunir á því. Ég meina það eru bæði sjónarmið um að þetta þýða við að fara nær Evrópu og vera þá innan tollabandalagsins og síðan heyrir maður líka sjónarmið þess efnis að við eigum að færa okkur fjær eða svona hugsa það kannski hvort að það sé allur sá ávinningur af þeim kostnaði sem að við berum. Þannig að ég held að það sé bara hreinlega of snemmt að segja til það. Við þurfum aðeins að sjá ríki setjast eftir ákvörðun gærdagsins. Að hve miklu leyti eru hrein rök á borðinu og að hve miklu leyti er bara svona hystería og svona trúar ofstæki í fyrirfram gefnum skoðunum þar sem að virðist verða að skipta engu máli hvað gerist. Við erum bara með ákveðinu öfl sem er á móti, sumir sækja atkvæði sín í alþingiskosningum gaggjert til þeirrar afstöðu. Hvað svona ef þú reynir að horfa á þetta aðeins úr fjarlægð, finnst þér umræðan þessi mál vera rökræn og góð alla jafna? Ég held að bara í heildina litið finnst mér það, ég meina það eru bara mörg sjónarmið og ólík sjónarmið og ég held að það sé bara gott að fá þau fram núna. En svo eins og ég segi, svo þurfum við bara aðeins að vega og meta hvar við stöndum. En ég veit það að utanríkisráðherra er núna út í Brussel og mun funda meðal annars með sínum kollegum utanríkisráðherrum EFTA-landana og EES-ríkjana. Þau eiga fund með Sefcovic sem er framkvæmdastjóri yfir innri markaðnum. Sömuleiðis eru fundir á vettvangi EFTA, bæði þingmannanefnd og svo ráðgjafanefnd, það sem að samstarfskona mín á sæti og þar verður þetta rætt mjög ítarlega, veit ég, og svona næstu skref mótuð. Spennandi. Já. Heyrðu, ræðum aðeins Grundartanga. Hve mikið högg er þetta svona, ég ætti kannski að byrja aftur. Þið náttúrulega lýstuð áhyggjum eins og margir aðrir. Svo var svona viðbragðsbylgja 2 að þetta væri nú aðeins og snemmt og það var talað væl í hagsmunasamtökum og enginn vissi nú alveg hvað er því úr þessu en núna kannski aðeins að fá viðbröðin við því. Já. Og svo líka veistu eitthvað meira núna heldur en við hin hvernig þetta horfir með þessa bilun og Nei, í rauninni veit ég ekki meira bara en komið hefur fram opinberlega og þar hefur komið fram að það geti tekið kannski 12 mánuði að vinna úr þessu áfalli sem að varð og ég veit það líka að það mun taka tíma að bara koma verksmiðjunni eða framleiðslunni aftur á stað. Það er ekki bara, þetta er ekki bara eins og kveikja ljósin með einu rofa, þetta er ferli sem að tekur tíma. Og þarna undir eru talsverða hagsmunir. Þarna með við síðasta ári er þetta á ásgrundvelli 70 milljarða útflutningshagsmunir og innlendur kostnaður álversins í fyrra nam held ég 50 milljarðum sem er þá raforkukaup, launakostnaður, kaup á ýmiss konar þjónustu og öðru og
Já, við tókum auðvitað eftir þessar umræðu sem að spratt í kjölfarið að það sem einhverju fannst óþægilegt að það væri verið að vekja máls á áhrifunum. Ég held að það sé mikilvægt að bara halda því til haga að við vorum ekki að kalla eftir inngripi stjórnvalda eða annara vegna þessa áfalls, heldur vorum einfallega að benda á að bara hvað væri í húfi eða gæti verið í húfi. Að fyrsta lagi að stærðargráðan á þessu áfalli væri mikil, að hún myndi hreyfa nálina. Þetta myndi hafa áhrif á hagkerfið, á ríkisfjármálin. Þetta fer langt með að stúta þó þeim litla hagvexti sem spáð hafi verið, það ekki? Þessi bilun ef hún... Þetta og fleira dregur talsvert úr hagvextunum. En síðan bentum við líka á það sem að ég held að mætti alveg fá kannski meiri athygli að sko þó að áhrifin séu mikil á Norðurál og orkufyrirtækin að þá hún meiri, kannski hlutfallslega meiri á marga í nærsamfélaginu, einstaklinga og smærri fyrirtæki sem að hafa sitt lifibrauð af því að þjónusta Norðurál. Og maður hefur kannski stærri áhyggjur af þeim hópi, verktökum svæðinu og svona minni aðilum. Já. En ef þær fjölskyldur hafa minna á milli handana þá eyða þær minni peningi og þá eru seðlabankastjóri ánægður og hann heldur áfram að lækka vexti. Já, akkurat. Nei, það er alveg rétt. Og ég minna þó að við séum ánægð að vexti skuli lækka þá eru ástæðunar auðvitað slæmar. Það er að segja að það er verið að bregðast við dekkri horfum í hagkerfinu. Já. Sýnist þér að það sé komum aftur að upphafinu hjá okkur erum við að tala raunverulega svona það mikla óvissu að við getum verið að fara bara nánast inn í umpólað samfélag á næstu mánuðum miðað við það sem við héldum fyrir hálfu ári? Ég myndi nú ekki taka svo sterkt til orða en veturinn verður án efa erfiður og bara hátt aðhaldsstig, háir vextir í langan tíma eru sannarlega farnir að bíta og hafa áhrif og við erum að sjá það núna í auknu atvinnuleysi og fleiri sviðum. En það má ekki gleyma því að til lengri tíma litið mjög bjart yfir Íslandi. Það vilji til uppbyggingar, til verðmætasköpunar, þannig að svona ef rétt að málum haldið að þá þetta að losa mikla krafta og læðingi sem að auka vöxt og skapa störf og verðmætt störf og auka útflutning, þannig að ef okkur tekst vel að í þeim málum að þá framtíðin mjög björt. Nú það ekkert launungamál að það var svona þétt haug ofta á milli gömlu valdaflokkana, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og atvinnulífsins með þeim kostum og göllum sem að því fylgja. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins núna í stjórnarandstöðu, hún fyrrum formaður Samtaka iðnaðarins, var það í mörg ár. Þetta svona, það búið að stokka spilin svolítið upp. Það eru nýjir flokkar í ríkisstjórn sem hafa ekki haft sömu valdatengsla og þráða í samfélaginu. Heldur það þetta hafa einhverja þýðingu til góðs eða ills? Mér finnst nú erfitt að segja til það vegna þess að ég held að bara ríkisstjórn á hverjum tíma þurfi að vera í góðu sambandi við bara fjölmarga og ólíka aðila í samfélaginu. Að minnstakosti þannig að skilja, heyra ólík sjónarmið og skilja. Og svo þetta bara nú sem fyrr þetta bara meta allir stöðun á sinn hátt og taka sínar ákvarðanir. En ég held að það mjög erfitt fyrir ríkisstjórn, hvort sem það hér á landið annars staðar, að vera við völd án þess að taka mið af því sem að gerast, svona hvaða vindar blása í samfélaginu. Og þá held ég að sé alveg sama hvort það komi frá launþegum eða atvinnurekendum eða bara almenningi eða öðrum hópum. Já.
Hvað með umhverfisvíddina í þessu? Því að svona maður sá það að hvað var að Grundartanga og stóriðjumálin að nokkur hluti þjóðarinnar mér líkur við að segja eðlilega ekki trefin á stóriðju vegna þess að losunin gríðarleg frá þessum verksmiðjum og nú náttúrulega umræða það að Golfstraumurinn kunna teppast vegna þess að við erum að losa og hérna, hvað með þá hliðmála? Já, ég held að sé ágætt að hafa það í huga að losun frá stóriðju í fyrsta lagi miklu minni hér á landi en gengur og gerist annars staðar. En hún samt eiga sig mikil. Já, til dæmis þegar við horfum á álframleiðslu og þá held ég að Ísland sé með minnstu losun per framleitt tonn í heiminum miðað við önnur lönd. Þannig að þar hefur náðst mikill árangur. Losunin í málmframleiðslu hún hér á landi stafar fyrst og fremst frá efnaferlum sem eiga sér þá stað og annar staðar að þá talsverð losun sem að tengist orkunni en hér á landi náttúrulega notuð hreinorka þannig að það svona þar skilur á milli til viðbótar við mikla nýsköpun og þróun sem að hefur orðið til þess að draga úr losun en þarna hins vegar kerfi sem kemur nú frá Evrópu sem fjallar þá losunar heimildir og eru þá hvatar til þess að draga úr losun, svo kallað ETS-kerfi sem þýðir að stóriðjan greiðir fyrir losun. Við sjáum það líka að það eru ýmis tækifæri til þess að svona breyta eða nýta betur þá auðlindastrauma sem að þarna verða til og það var virkilega ánægilegt að sjá það til dæmis í síðustu viku þegar að umhverfis orku og loftslagsráðherra liðkaði fyrir möguleikum á því sviði og það var undirrituð viljayfirlýsing á Grundartanga þar sem að Elkem átti í hlut og orkufyrirtækin og stjórnvöld það sem að á endanum mun draga úr losun og fyrirtækin eru sannarlega með metnaðarfull áform á þessu sviði til viðbóta við þann árangur sem að náðst hefur. Iðnaðurinn og bara atvinnulífið í heild sinni mjög meðvitaður þessi mál og atvinnulífið tók sig saman fyrir 2 árum síðan ef við maður rétt og stóð saman að útgáfu loftslagsvegvís atvinnulífsins þar sem að staðan var kortlögð og lagðar fram fjölmargar hugmyndir það hvernig hægt væri að draga úr losun. Og stjórnvöld hafa gert það líka og ég verð að segja það að mér finnst nálgun Jóhanns Páls ráðherra málaflokksins vera mjög raunsæ og það kveður aðeins við breyttan tón. Ég held þetta sé praktískari nálgun en áður. Þannig að við fögnum því og hlökkum til áframhaldandi samstarfs þarna vegna þess að við sjáum það í öðrum löndum, til dæmis á Norðurlöndunum, Danmörku, Svíþjóð og víðar, að forsenda þess að ná miklum árangri í samdrætti í losun sú að stjórnvöld og atvinnulífið taki höndum saman. Við höfum eitt gott dæmi þetta á Íslandi sem að í byggingariðnaði. Og byggingariðnaður hefur raunni sem grein hefur verið í fararbróti þarna hvað varðar samstarf við stjórnvöld sem að varða veruleika fyrir 4 árum síðan ef maður rétt. Þannig að í upphafi voru skilgreindar hátt í 8-10 aðgerðir sem að hefur svo verið fyllt eftir með markvissum hætti. Sumast nú að iðnaðurinn sjálfum, hvernig iðnaðurinn getur breyta einhverju til þess að draga úr losun, sumast nú að stjórnvöldum, breyting á regluverki, liðka fyrir einhverju eða aðra breytingar. Þannig að þetta hefur skilað árangri og rauninni bara mjög góð fyrirmynd fyrir aðra greinar. Já. Herðið, þú hefur leyft mér að fara víðan völl og spyrja þig margra spurninga mörg ólík efni og ég þakka þér kærlega fyrir svörin, Sigurður Hannesson og gangi ykkur í samtökum iðnaðarins allt í haginn. Við höldum áfram að fylgjast spennt með ákveðnum umbrota tímum, getur ekki verið sammála það? Heldur betur. Já. Takk sömuleiðis. Kærar þakkir. Nú, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með nýjan kafla eftir andartak, ekki fara langt. Jæja krakkar,
Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.